Á Egilsstöðum býr hress og framtaksamur maður. Þetta engin annar en Kiddi vídeófluga sem rekur vídeóleigu í bakhúsinu heima hjá sér. Kiddi, hvað var til þess að þú stofnaðir vídeóleigu? Já, það nú bara svolítið gaman að segja frá því. Ég nú bara búinn að vera í þessu bara í heil 30 ár og ég nú ekki eldri en ég Sko, þetta var náttúrulega mikil nýbóla þegar þetta var að koma. Nú, vídeóspóla var eitthvað bara algjörð galdratæki sem að fólk fannst og geta fengið á einhver svona spólu bara það sem henni langaði til að horfa á. Ég meina, þetta var bara, sko, bara algjörð æði, sko, þegar þetta var að byrja fyrir 30 árum síðan. Og það sem kveikti hugmyndinu mína var bara það að ég hef alltaf verið rosalega nýjungagjarn og hef haft rosalega gaman að því að taka að mér allt svona nýtt og prófa það. Það eins og maður segir stundum enn í dag, maður veit ekki hlutinu fyrir maður hefur prófað þá. En þetta blessað próf nú bara orðið svona langt og huggulegt og notalegt. Hvað getur sagt okkur sjálfsalan út á vegi? Já. Sem þú ert orðin mjög þekktur fyrir. Já. Ég er rosalegur tæknikur og gaman að leika mér í tækni. Og það má geta þess að ég með hús þarna fyrir neðan sem að ég byrjaði reyndar á því að finna út hvernig ég gæti útbúið rafmagn á venjulega olíumiðstöð til að láta hana ganga. Og það var nú legið yfir því að reyna að finna það út og það tókst. Og svo bara allt í einu, einn morgun í því vakna, þarna í kringum 2000, 2001 eitthvað svoleiðis, að þá kemur þessi hugmynd svona rosalega sterk. Það væri virkilega gaman að búa til þarna lítið hús, setja inn í þetta sjálfsala og með þá bara, sem sagt, í þessu tilviki var þetta bara lítið goskubbur frá kók. Og þá nota ég tæknina mína, sem sagt að beisla tæknina úr vindinum og sólinni. Ég reyndar byrjaði bara fyrst með sólina, en hún var heldur lítil, þannig að þá bætti ég vindinu bara við. Og svo bara smáþróaðist þetta og fólkið tók svo ofboðslega vel í þetta og ég bara bý alls enn í dag og ég held ég hafi með þess að bara orku enn í dag út af eitthvað fólk tók frábærlega vel í þetta. Ég hef reyndar að ferðast mjög lítið, nema það að ég lét minn einsta draum rætast fyrir tæpu 2 árum síðan, eða sem sagt já 1,5 ára síðan, ég fór til Jamaica. Hvernig var það? Það náttúrulega algjört æði, sko. Það bara, ég að fara út í fyrsta skipti og fólki sagði við mér sem var með mér, sem var búið að fara nánast allt sem var með mér í ferðalaginu. Hvernig ósköpunlega að byrja á toppnum, það lítur alveg hróðalegt. Þú verður óánægð með allt annað sem ferðu eftir. En það held ég ekki, ég held að þetta bara frábært að byrja þarna og þetta er meira áttu upplifun, raunverulega að fara svona langt í fyrsta skipti til útlanda og kynnast þarna annarri menningu og svona. Kiddi einstaklega lífsglaður maður sem gaman að vera í kringum. Kiddi, þú hefur verið að skemmta fyrir fólk? Já, jú. Ég hef verið svolítið svona, ég hef verið með diskotek fyrir fólk. Ég hef verið fengið svona til að halda svona í einhversamkvæmum. Svo hef ég verið svona á milli á böllum líka, þú veist, þegar hléðin ég hjá hljómsveitinni. Og sem sagt, og ég hef tekið svona smá sjókanni mínu upp á sviði svona til að hressa svolítið á mannskapinn. Já, ég var á Borgarfirði Eystra þegar tónleikarnir voru núna daginn sem haldnir árlega á Borgarfirði Eystra í Bræðslunni. Og þar einmitt tók ég Michael Jackson taktana og það varð allt vitlaust bókstaflega, sko. Ertu búinn að æfa dansana? Nei, bara svona smottir í aðeins. Ég svona byrjaði núna. Mér finnst það bara vel við hæfi að
Það er búin að geta þess að ég hef búin að vera að leika mér í diskobransanum þar sem ég var bara 14, 16, 17 ára gamall og var í þessu alveg 10-15 ár og hætti þessum á tíma og svo ákveði bara að byrja bara aftur. Þetta er svo gaman, þetta er bara baktería sem er ekki takt að hætta og maður skilur aldrei við hana, maður verður bara með hana sko með maður stendur upp í held ég bara og þá ákveði ég bara að kýla á þetta og byrja á full aftur að gera eins og ég gerði bara, að fá og skemmta og skemmta sjálfum mér og skemmta öðrum og bara hafa gaman að þessu og